Leikritið heitir Úlfaævintýranna. Höfundur Guðmundur Lúðvík Þorvaldsson. Leikstjóri Sara Gísladóttir ásamt umsjónargerðum okkar. Vinsamlega slökkvið á farsífum og hafið heimil að börnunum mitt. Það má hlæja á meðan sýningu stendur á. Góða skemmtun og takk fyrir okkur. Passaðu kindina, fara ekki neitt, ókei. Svo þarf þú að passa þig á úlunni ef eitthvað gerist, þarftu bara að kalla okkur. Ég geri það. Gangi vel. Þetta verður ekkert mál. Ég ætla bara að sitja hér og gera ekki neitt. Mikið vildi ég væri hérna. Hvað sagði hann aftur ég gæti kallað á þau ef Úlfur kæmi? Ég geri það bara. Úlfur, 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 Úlfur. Hvað er Úlfur? Hann er farinn, mikið rosalega gaman að sjá okkur. Hvað er að frétta? Þú mátt ekki prata okkur, við höfum annað að gera en að hlaupa til eina björga þér frá Úlfum sem er ekki hér. Já, en mér leiddi svo. Það myndi aldrei gera. Heyrðu það? Já, ég heyri það. Mikið vildi ég væri hérna. Ég kalla á þau einu sinni en það hlýtur að vera lagi. Úlfur, 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 Úlfur. Hvað er að gera, skal Úlfurinn? Hann er bara að fela sig en mikið rosalega gaman að sjá okkur. Hvað er að frétta? Varst að prata okkur enn eina ferðina. Kannski bara smá. Það myndi aldrei gera, heyrðu það? Já, ég heyri það. Jæja, þá maður einn sem betur fyrir ekki Úlfarina. Góðan daginn, ungi smali. Halló? Ertu hérna einn? Nei, það er stutt í fólki, ég ætla bara að kalla í það fyrir að gefa mér það. Er það virkilega? Já, alveg sann. Úlfur, 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 Úlfur! Bittu, hvað er fólkið? Það gemur. Ertu nokkuð að prata okkur, ungi smali? Nei, ég sverð það. Mér sýnist að vera við á móti þér. Sverum með einum. Nei! Þetta var
Þetta var nauðvelt. Já, mamma segir það. Hvað er annars að frétta þér? Bara gott en að þér. Allt gott núna en nýbúinn jafnum veikingu og það er svo slappur. Nú, hvernig það? Bara eins og slappur í maganum. Æ, það er nú ekki gott. Nei, ég var svo eftir svakalega veislu í daginn. Veislu? Hvað er það? Sko, ég var bara í gangi skóinn þegar ég sá svo stelpu trítrandi til ömmu sinnar. Halló. Hæ. Hvaða ferðalag er þér, mín kæra? Ég er að fara heim til hennar ömmu minna með heitt te og kökur. Nú, er bara að veisla. Nei, amma mín er latin, ég kan færa henni eitthvað gott. Það er greið gamla kona. Já. En hefur gamla konan ekki gaman að blómum? Jú, hún elskar blóm. Þannig að hinum með trénu eru yndisleg blóm. Vá, takk. Þess gangið vel. Á meðan hún fer að safna blómum þá fer ég aðeins og undan heimsækja hans. Ha 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 ha. Hver er þar? Góðan daginn, ég er að rauka fyrir Morgunblaðið. Komin, það er opið. Komdu sæl. Hvað er það mikið hérna? Ég er á allega sömu. Kannski þessi kjól. Já, þessi. Og þessi þeir í large. Og unglegur og sexy. Þessi fullkominn. Hver er þar? Þetta er bara ég, rauk þetta. Komdu inn, það er opið. Sæl, amma mín. Ég kom með te og kökur og títi þessi yndislega blóm handa þér. Æ, takk fyrir þetta mín. Asjú. Hvað er að, amma mín? Ég er bara með frjókorn á hana mín. Æ, fyrirgefðu. Allt í lagi er þetta mín. Það er rosalegt hás. Þú hljómar eins og megas. Já, það gerir kvefið. Fóðu te. Æ, nei, ég veit ekki. Jú, það er svakalega hollt. Rosalega gott. Og svo er kökur. Mér elska kökur. Það eru svakalega hollar. Hollar? Já, það er enginn slíkur bara döðlur og ofvextir. Veistu hvað ég er bara ekki svangur svingmennar? Amma, af hverju er svona stór eyru? Það er svo heyri betur í þér. En amma, af hverju er svona stór augu? Það er svo sjáu þig betur. En amma, af hverju er svona stóra munn? Svo er maður að geta þig! Svo var ég alveg svakalega þreyttur eftir allt þetta át, þannig ég lagði mig, en það skrýtna við þetta allt saman að ég vakna út í skóginum með saufa maður með svakalega magaverk. Magaverk?
Já, og ég verð að segja svona okkar á milli var með svakalegt harðlíf í marga daga. Marga daga, hvað ertu að segja? Já, þetta var bara eins og að kúka grjóti. Já, maður verður að passa mataræðina. En það? Já, þess vegna held ég að sleppa maganum. Sleppa honum, hvers vegna? Bara ég held að það fari ekki vel í maganum, bara svona kjöt. Svona kjöt? Já, stelpur mér að smala og svoleiðis. Þannig þú hlindur reið á sleppabráðan í taktík? Já, þessi tilfelli eru bara vegan. Új, nei! Fyrir þar að kökugur. Nei, hvað er það? Og bara maður bara engengu kökur. Ha, hvað meinarðu? Bara ég ætla allir þessar kökur. Ég skil ekki. Það segir að Sveinn og langt Sveinn byggir 2 hjól sem ætti engin börn, Davíð og konan bakar sætabröstur. Ég skal baka eitt sætabrauð eins og hjónin getur fengið eitthvað sætt með kaffinu. 2 rúsínur fyrir augu, 1 fyrir nef, 1 stór fyrir munn og 3 fyrir tölurnar á búkinn. Svona og svo setja hann í hornin. Komdu hingað, drengur minn, gefðu mömmu knús. Getur ekki námið. Veistu, ég er henni gömul og lúin og ekki sterk í fótunum. Haha, hleyptir samt og getur aldrei námið. Ég er sætabrauðsvíkur. Stoppaðu, drengur, komdu þú að fara, komdu hingað. Haha, hleyptir samt og getur aldrei námið. Ég er sætabrauðsvíkur. Ég hjá frá gömul konunni og gamla manninum. Og já. Haha, hleyptir samt og getur ekki námið. Ég er sætabrauðsvíkur. Ég hjá frá gömul konunni og gamla manninum. Ég ætla líka að hlaupa frá þér. Haha. Haha, hleyptir samt og getur ekki námið. Ég er sætabrauðsvíkur. Ég hlaup frá gömlu konunni og gamla manninum. Og skópinninum ætla líka að hlaupa frá þér.
ekki alltaf sætabrauðsdrengurinn, ég ætla að vara þig við. Þú ætla að nálgast stærlega og fara ekki hjá drykkari verði étin af fólkinu á bænum, byrninu og hérunum. Hvað liggur til? Ég er bara sömulega þú og ég get sýnt þér annað. Þú get fengið að sitja á skaftinu á mér yfir. Það áttu það óhægt. Sestu á skaftinu á mér. Sætbrauðsdrengurinn gerir það og hann syndir áfram með sætbrauðsdrengurinn og vaknar hækkar. Farið upp á bakið á mér sem brotnar ekki. Sætbrauðsdrengurinn gerir það, vaknar hækkar. Farið upp á höfuð á mér sem brotnar ekki. Sætbrauðsdrengurinn gerir það. Þetta er miklu betra. Þetta er fullkomið svona nammi. Þetta var bara með því betur sem ég smakað. Og engin magaverkur. Nei, ekki svoleiðis. Ég held að þetta fara þínu ráð. Þakka þér kærlega fyrir. Góðan daginn. Góðan daginn. Og ekki þetta með Ólfur. En ég er svangur og er ekki búin að fá með morgunmat. Ég get bænt þér á flísinu hitti fyrir í morgun. Eflaust mikið betra bragð en ég. Já, en þá fæ ég maginn að borða strákakjöt. En hvað finnur hann grís? Þú finnur hann fækkar með strá til þess að byggja sér hús. Þú finnur hann ef þú haldir áfram að laga ganguðinu austur. Þakka þér fyrir. Litli grís, hleyptu mér inn. Nei, það get ég ekki. Þá hvæsi og blæs og fengi hús niður kopp. Gerðu það bara. Hvert var grísasteikin? Halló, kótilettu, hvar ertu? Ó, hann er horfinn. Nei, hvað höfum við hér? Ekki báða mig mjög barvöldu. En það, já. Já, báða fyrir grísasteikin. Mætti grísmóðgur sem fékk greina til að byggja sér hús. Húsi greinum, segir þau. Já, hann ætti verið inn í nágranninu. Þakka þér fyrir, þú mátt fara. Litli grís, hleyptu mér inn. Nei, það ger ég alls ekki. Þá hvæsi og blæs og fengi hús niður kopp. Þetta bara. Haha, ég sagði það í gæti að ég er sterkasti úlfurinn í öllum skóginum. Hvert fór grísinn eiginlega? Kannski fauk hann út í náttúrulega með svakalega blásturskraft. Ó nei, Úlfur, hann er ekki drepa, ég er miklu betra steik. Nú, hvað þar? Í morgun sendi ég grís fullt af móstöðum til að byggja þetta hús. Aha, einmitt það, já. Já, og áðan mætti ég tveim öðrum grísum sem voru á leið til hann sögðu að voru bræður. 3 grísir, það getur döfur í marga daga. Þakka þér fyrir, þú mátt fara. Ó, litli grís, hleyptu mér inn. Nei, það gerum við sko ekki. Þá var ég bara að blása niður húsið þitt eins og ég gerði hjá neinum bræðum þínum. Reyndu það bara. Þú getur ekki haggað þetta húsi, gamli minn. Gamli minn, heyrðu minn, nú er það sko reiður. Er að fjúka í þig. Ég skal sko ná ykkur. Er úr þér allur vindurinn? Nei, hann er bara ekkert að reyna á mig, sko. Getur ekki náð okkur. Hei, finnst ykkur ekki góða rófur? Jú, mjög góðar. Ég veit æðislega rófgar hjá Birni bónda. Ég get komið hérna á morgun og sýnt ykkur hann. Við getum verið samferða. Það væri gaman. Hvenær viltu fara? Klukkan 7, hvað segir það? Ok, sjáumst þá. Sjáumst þá. Ha, það verður beikon í morgunmatinn á morgun.
Já, bara hálftíma ykkur. Nei, þá verður morgunmat ekki Úlfinum. Jæja þá. Ég kom til að finna ykkur á Rófugarðinum. Hvað er klukkan, gamlu? 7 eins og við töluðum Við fórum snemma klukkan 6 og sættum okkur dýrindisrófur. En þið ætlaðu að beða eftir mér? Já, við ruglum smá. Hei, finnst ykkur ekki góð rófur? Nei, epli. Jú, mjög góð. Ég veit æðislegt epla þegar hjá Jóni bónda. Ég kom hérna morgun og sýndi ykkur að við getum verið samfélag. Það verður gaman. Ég kem klukkan 6. Sjáumst þá. Bye. Ha, það verður kótilegt í morgunmatinn á morgun. Ég er þreyttur. Ég er ennþá sofandi. Við ferðum að fara núna nema ef við viljum vera morgunmati hjá Úlfinum. Jæja þá. Eru þið byrjaðir? Já, við gátum ekki beðið. Viltu epli? Já, endilega. Ég er búin að tína upp eplin. Grísir, eru þarna? Þeir eru búin að prata með enn einu sinni ferðina. Hei, finnst ykkur ekki gaman Grís, finnst ykkur ekki gaman á útimörkuðum? Jú, mér hefur mjög gaman að útimörkuðum. Ég kem klukkan 5. Sjáumst þá. Sjáumst. Bræður, komið, við þurfum að vera á undan hólunum útimarkaði. Hafið þið nokkuð sem trjálitla grísir einhvers staðar? Góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hafið þið nokkuð sem trjálitla grísir einhvers staðar á ferð? Nei, því miður. Voðalega erum við einhver kunnulega lönd. Er það? Við höfum verið smá í útvarpinu, hefur hlust á Bylgjuna. Hvað er það? Besta stöðin á landinu, þú getur fundið okkur á netinu. Ég geri það. Gangið vel að finna þessa 3 litlu grísi. Takk. Grísir, eru þið farnir? Þetta var síðasta sinni að myndi plata mig. Strömpur, ef Jónasinni getur farið niður þá get ég það líka. Komið strákar, setjum pottinn undir strompin. Sjáu strákar, það er úlfasúpa í kvöld.
Leikritið heitir Vakað á jólanótt. Við vitum að þetta er jólaleikrit, en gerist ekki horfa á svoleiðis í mars. Höfundur er Þórunn Pálsdóttir og leikstjóri Sara Gísladóttir. Á eftir okkar sýningu verður kaffi fram í Andir á meðan við gerum sviðsmynd klára fyrir 7. og 7. bekk. Vinsamlega slökkvið á farsímum og hafið Emil á börnunum ykkar. Njótið sýningarinnar og takk fyrir okkur. Sæl, hvaða ferðir á ykkur? Nei, blessa Maggi, hún var að kíkja út í sjopp að hitta krakkana. Við erum að fara í bíó og kemur með. Pappa og mamma er ekki heima í kvöld, svo við Gulla ætlum að leiða skóla og slappa af. Ó, það er svo geðveikt að vera komin í jólafrí. Engin skóla og jólin að koma. Bara liggja á meltunni með tærnar upp í loft. Frábært. Brjálaðist það þægilegt. Frábært, en hugsið ykkur, það er bara vika eftir þessu ári. Líkt og skáldið sagði og árið liðið í aldana skaut. Gísli er bara skáldur. Nú minnum við á afa gamla. Heyrði, í síðastu mestistunum fyrir jólafrí, það skemmnaði fyrir okkur þjóðsög sem átti að gerast á jólanótt. Það var þjóðtrú að þá hlustust álfar búferlum inn og ef enginn var heima, eða kannski bara einn maður, koma álfarnir í heimsókn og dönsu. Hvernig nennir að hlusta á söguna sem kennarinn er að lesa? Og svo fær maðurinn að láta lítið bera fyrir sér nóttina. Svo þegar birtir, veður hann fram og segir: dagur, dagur, það er kominn dagur. Þá verða álfarnir svo ruglaðir, þjóta út og gleyma öllu gullinu og gersemannu sem þau höfðu með sér. Þú er nú eitthvað ruglum, Lára mín. Það er ekki álfar til. Og svo má maðurinn alls ekki taka þátt í dansi álfa. Ef hann gerir það verður hann brjálaður. Krakkar, nú fékk ég alveg frábæra hugmynd. Við fjölskyldan erum alltaf vön að fara til afa og ömmu upp á Kjalarnes á aðfangadagskvöld eftir að við höfum borðað og tekið upp gjafirnar. Hvernig væri að pabbi, mamma og Binni litlibróðir færu en ég er eftir? Var ekki svolítið spennandi að vita hvort eitthvað gerðist? Áttu eitthvað erfitt, það er ekkert gaman að vera heima einn á jólanótt. Áræðilega skemmtilegra en að hanga í kakafót og kleinum í mamma og afa. Þú ert klikkaður, ég meina það. Komdu Lára, við erum að drífa okkur. Bless Maggi og skemmtu vel í álfapartíinu. Já, bless. Ég var að hugsa að vera heima núna á jólanótt. Ég er eitthvað slappur og mig langar svo til að vera einu sinni heima. Lesa bók í kertaljós og borða konfekt. Svo geti ég alveg hugsað mér að horfa á vídeóspólu sem ég fekk lánaði á Gísla. Þú getur ekki verið einn heima á jólanótt. Það er svo skuggalegt. Ekki myndi ég þola það. Þú hefur það svona sagt. Það gæti komið álfar og gert þig brjálaðan. Gulla frænka og Palli er nættur alltaf heima og ef ekki kemur upp á þá fer ég bara til þeirra. Bless. Hann er nú... Já, þið þekki, hann er núna 13 ára. Bless, bless, superhero. Ég vona að við komum ekki að þér flóðfallandi brjálæðiskast á morgun. Bless, bless. Bless, kallið minn. Á nótt og gleði jól. Bless, bless. Þarna er ljóslaust, við sem fara þangað á hvílingur. Það er löng leið til Sauðárkróks. Já, ég var að döðri. Það er svo gangi. Það er ekki að koma. Ég verð að láta bara lítið fyrir mér.
Sóley, það er Kristín þetta frá þér og mátt alls ekki gefa þau fyrir. Það guggl og gæsir þarna ómetanlega verðmæti. Skal gert þetta. Leggið á borðið. Við skulum setjast og borða hátíðarmatinn. Viltu koma að borða súkkulaðikaka með okkur? Finnst þér súkkulaðikaka ekki góð? Súkkulaðikakan er alltaf jafn góð. Þakka þér fyrir, Sóley. Já, það er orð á sunnu. Nú er ég orðin pakksættur. Förum nú að syngja og dansa. Reyði öllu frá þessu höfum nóbús. Viltu koma að dansa með okkur, mennski maður? Af hverju viltu ekki dansa? Þú eru ekki að dansa við mig. Hvað heldur að gerist? Þú trúir þig varla að verið brjálaður að dansa við Álfa á jólanótt. Langar þig ekki að dansa? Þakka þér fyrir, herra. Þetta er mikið heiður. Þessi kross hefur sá náttúru yfir að allir sem að bera hann verði ráðungur fyrir gæði sem ráðar. Ég trúi þessu ekki. Var með að dreyma þetta. Þetta er krossinn sem Sóley átti að fá. Ég held á honum. Ég finn fyrir honum. Þetta er svo ótrúlegt að ég get ekki sagt neinum frá þessu. Glætan að segja Gísla. Hann myndi ekki tala við mig meira. Ég ætla bara að sofa og ef ég er með á mig þegar ég vakna á morgun veit ég hvort þetta er draumur eða veruleiki. Daginn, maskumenn, gleði jól, gleði jól, svefnburka. Gulla sagði að hún heyrði læti í íbúðinni. Ég var að horfa á mynd og ég kannski stillt ekki aðeins og hátt. Klæðu þau í fötin og þú kemur upp í kaffi. Léti haugur. Kaffi til Gullu frænku. Það getur ekki verið sem verst að spila við gamla gengi. Krossinn, græst, ég trúi þessu ekki. Þetta gerðist í alvörunni. Ég ætla alltaf að vera með hann. Hvað sagði álfakóngurinn við Sóley? Allir sem bera hennar kross verða ráðaguðir og gæfusamir álfar. Þetta hlýtur líka eiga við okkur mennina. Hann Gísli hlýtur að fara að koma. Pabbi og mamma ætluðu ekki að vera svona lengi. Klukkan er orðin svo margt. Ég er orðin svo syfjaður. Við vöktum svo lengi í nótt. Vá, flugeldarnir, ljósin. Maður gleymir þessu aldrei. Þú getur nú alveg farið að sofa, Binni minn. Þarna kom Gísli og Lóra. Hæ, krakkar, komið inn. Ég heiti Lára Leiðin og sagði hann að koma bara með. Gleðilegt ár. Já, gleðilegt ár. Gleðilegt ár. Nei, litli bróður enn vakandi. Ég heiti Óli Lóbróður og lögum hún að heimsækja smábörnin. Á þetta vera fyndið. Ég er ekki smábarn lengur. Ég er
það gert? Nei, ekkert merkilegt svo sem. Þú ert eitthvað svo dularfullur. Ég frétti af því að þú hefði fundið seðlaveski með 100.000 krónum í og þegar þú skilaði því til eigandar fékkstu 10.000 krónur í fundarlaun. Já, alveg ótrúlega. Hvað ertu með hálsinn? Ég fann þetta úti, þetta lá bara á jörðinni. Rosalega flottur kross, leið mér að skoða. Láttu mig fá krossinn! Sóley, þú verður að ná krossinum aftur. Þú kallar auðvitað mikla ógæfu og þú ert ekki með hann. Ég skal gera allt sem í mínu valdi stendur til að ná hann aftur. Er þetta ekki krossinn þinn, Sóley? Jú, þekk sé öllum vættum og dísum. Hann er fundinn. Förum aftur til Sauðárkróks og syngjum og dönsum í nýja haglega kennaranum okkar. Vá, rosalega var þetta skrítið. Mér leið eins og ég hef séð álfa eða huldufólk. Sáu þið eitthvað? Ég veit það ekki. Hvað er krossinn? Hann er horfinn. Er hann horfinn? Það getur ekki verið. En það er engin álfar til. Guðmund Lúðvík Þorvaldsson. Ég vil fá að taka fram að Kristína Gísladóttir er leikstjórinn okkar og Helga Rós Indriðadóttir var að sjá undirspil á píanó í hinum leikritunum. Vegna forfalla nemenda höfum við þurft að gera ýmsar breytingar. Góða skemmtun! Ég sé ekki
Daginn. Ekki vera hrædd, ég ger ykkur ekki neitt. Hvað ertu að gera ofan í kistunni? Ég á bara að hvíla mig. Hvíla ofan í kistu? Ertu vampíra? Nei, ég er sögumaður. Svo að þeim kistu? Nei, ekkert andla. Þetta er sko ævintýrakista og ég segi krökkum sögur og ævintýri. Ég var bara alveg svolítið þreytt. Ég ákvað að hvíla mig aðeins. Já, hvernig ævintýri kanntu eiginlega? Bara alls konar. Hafið þið heyrt söguna af gullgæsina? Nei. Einu sinni, fyrir langa löngu, langt út í heimi, voru 3 bræður. Valdi, Valgeir og Þórður. Dag einn kallaði móðir þeirra elsta soninn til sín. Valdi, komdu hingað og tala við mig. Já, mamma. Farðu út í skóg til að höfða fyrir eldinni og pabbi er veikur og getur ekki gert það. Hér hefur exi og hér er ostakóð og kaffi í nesti. Takk, mamma. Hann gengur af stað út í skóg og finnur tré til að höggva. Valdi höggur tré og fær sér svo nesti. Góðan daginn, getur þú gefið mér smá matarbita? Nei, það get ég ekki. Snáðaði burtu. Þú mun þyrðast þess að gefa mér ekki neitt. Gamli maðurinn fer og Valdi fer að höggva meira eldinni. Þangað til hann missir stjórn á öxinni og heggur í hendi sér. Ái, þetta er svo vont. Mamma, hvað er af Valdimur? Ég meiddi mig. Komdu, ég skal gefa þér plástur. Valgeir, komdu hingað og tala við mig. Já, mamma. Farðu út í skóg til að höggva fyrir okkur eldinni. Hér hefur exi og hér er kaka og kakavald í nesti. Takk, mamma. Valgeir gengur af stað út í skóg og finnur tré til að höggva. Valgeir heggur tré og fær sér svo nesti. Gamli maðurinn kemur aftur. Góðan daginn, getur þú gefið mér smá matarbita? Nei, það get ég ekki. Það var bara minna fyrir mig. Snáðaði burtu. Þú mun þyrðast þess að gefa mér ekki neitt. Gamli maðurinn fer og Valgeir fer að höggva meira eldinni. Þangað til hann missir stjórn á öxinni og heggur í fótinn á sér. Þetta er svo vont. Mamma. Hvað er af Valgeir minn? Ég meiddi mig. Komdu, ég skal gefa þér plástur á sárið. Hvað eigum við þá að gera til að fá eldinni? Ég skal fara. Ég fekk plástur. Já, einmitt. Þú getur ekki höggið neitt eldinni. Ég get það víst ef við bara að reyna. Jæja þá, hér hefur exi og hér er þurr brauðsneið og vatn í nesti. Takk fyrir, mamma mín. Þórður gengur af stað út í skóg og finnur tré til að höggva. Þórður heggur tré og fær sér svo nesti. Gamli maðurinn kemur aftur. Góðan daginn, getur þú gefið mér smá matarbita? Já, það get ég, en ég hef ekki upp á mikið að brjóða. Þeir setjast niður og fá sér bita. Gamli maðurinn setur höndina yfir nestið og fer með töfraþullu og það breytist í dýrindis köku og kakuvald. Simsalabim. Vá, þetta var flott. Það var ekkert. Farðu nú að gamla trénu og höfðu það í sundur. Þar myndu finna laun fyrir hjálpina. Þórður fer og heggur í sundur tré og þar finnur hann gæs úr skíra gulli. Vá, gullgæs, hann að verja að passa vel. Nú er hann þreyttur og þarf að fara að hvíla mig, hann er gistihús. Þá gekk Þórður inn í gistiheimili og hitti þar 3 systur. Það er Öbbu, Stínu og Herdísi. Get ég aðstofa þig? Já, ég ætla að fá eitt herbergi. Gjörðu svo vel. Mikið þetta falleg gæs að ég geyma hana fyrir þig. Nei, hann átti að geyma sjálfur. Mér langar í svona gæs. Mér langar í svona gæs. Mér langar í svona gæs. Bíðum þá til hann sofnar. Þórður fer að sofa og setur gæsina við hliðina á rúminu. Ég ætla að ná mér í nokkra svona gullfjörur. Hjálp, ég er föst. Hvað er það? Ég er föst. Ég skal losa þér.
Ég er föst, hjálp! Hvaða læti er þetta? Þið gætu vekið hann. Við erum fastar. Ég skal losa ykkur. Nei, þú festist líka. Ég er föst! Daginn eftir vaknaði Þórður og tók upp gæsina og setti hann undir hendina. Næstum eins og hann sæi ekki systurnar sem héngu á gæsinni og hann gekk af stað. Séra Sveinn, getur þú hjálpað okkur? Já, auðvitað, hann gengur hér á. Hjálp, ég er fastur. Getur þú hjálpað mér? Já, það getur sko. Hjálp, ég er líka fastur. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Í næsta nágrenni var höll og þar bjó kóngur ásamt dóttur sinni. Prinsessan var mjög óhamingjusöm og gat hreinlega ekki brosað eða hlegið. En þegar hún sá fólki koma framhjá í halarófu byrjaði hún að brosa. Svo brosti hún meira og meira, svo fór hún að hlæja. Prinsessan hló og hló, hún hreinlega hætti ekki að hlæja. Þú þarf alls ekkert að fyrirgefa neitt. Þú færð mitt leyfi til að giftast henni ef þú lofar að hún verði ávallt hamingjusöm. Og þau urðu hamingjusöm til æviloka. Og halarófan sem elti gullgæsina er ennþá föst saman og sást seinast til þeirra á kúskerpi. Skemmtileg saga. Takk, ég er farin. Getur ekki sagt okkur aðra sögu? Nei, því miður, vaktin mín er búin. Nú kemur annar og tekur við. Ekki fara. Góðan daginn. Eru margir ofan í þessar kistu? Nei, bara ég. Já, það var hérna á hann annar sögumæður. Ég sá ekki neitt. Má bjóða ykkur að heyra sögu? Já. Hafið þið heyrt söguna stígvélaða köttinn? Nei. Einu sinni, fyrir langa löngu, voru 3 malarasinnir. Þegar faðir þeirra lést, erfðu bræðurnir eigur hans. Sá elsti fékk mylluna, sá næsti fékk asna, sem var góður að bera mjölið á bakinu, en sá yngsti fékk kött malarans. Kött! Hvað vil ég gera við kött? Bræður mínir fengu það best og ég sitt uppi með köttinn. Hei, rólegur. Passa á sig og svo gæti sig eftir. Hei, þú talar. Já, og hvað með það? Fyrirlegt. Heyrðu, finnum hana með stífjör svo getur gengið að vera fórsamveldi gags. Malarasonurinn gerði það og kötturinn fekk stígvél og strigapoka með smá korni í og lagði af stað í ferðalag. Kötturinn hafði frétt af því að kónginum fannst svo góðar akurhænur en átti svo erfitt með að veiða það sjálfur. Ég veit hvernig best er að akurhænur. Hann breiðir úr strigapokanum og leggur smá korn í kringum pokan og fyrir hann varði hafði hann veitt fullt af akurhænum. Svo fór hann með allar akurhænurnar til hafnarinnar. Finna þið eitthvað akurhænur? Ég fæði
Kötturinn hélt heim með gullið og færði húsbónda sínum það allt og sagði honum svo sögu sína. Og vittu til, þú ert eftir að vera ríkur greifi. Já, en ég er ekki greifi. Þú ert það núna. Daginn eftir fór kötturinn aftur á stað í konungsríki og frétti þá að kóngurinn væri á leið í skemmtiferð konungsríki sitt til að sjá allt landslagið og mannlífið. Þá fékk kötturinn góða hugmynd og fór til húsbónda síns. Húsbóndi, húsbóndi! Hvað gengur þér á? Komdu nærmar að fór í bæinn í bæjarvægnum. Ha? Er hún hlitt á mér? Get ég ekki bara að fara í styrti hérna heima? Nei, komdu. Þeir hlupu á stað og Malarnarssonurinn fór úr fötunum og hoppaði ofan í veginn. Strax og hann var kominn ofan í, tók kötturinn fötin hans og faldi þau. Í sömu andrá gekk kóngurinn framhjá. Hjá, hjá, hjá! Húsbóndi minn var að baða sig við læknum en þá komu þjófar og rændu fötum hans. Núna hann hætti að krókna kuldan og kemst ekki strax í föt. Á meðan þessu stendur hleypur kötturinn á undan, þangað til að hann kemur að hópi fólk sem er að slá engið. Segð mér hvað þetta er engin. Það er töframaðurinn Nikli. Ef einhver annar spyr ykkur sig þegar greifuna Karabas er þetta engin. Af hverju? Ef þið gerir það ekki, gerir ykkur höfðum stýtti. Það var ég skóta við hlýðum. Og kötturinn hélt áfram á ferð sinni og kom að hópi fólk sem var að skera korn. Segð mér hver þannig kornakur. Það er töframaðurinn Nikli. Ef einhver annar spyr ykkur sig þegar greifuna Karabas er þetta kornakur. Annars gerir ykkur höfðum stýtti. Og kötturinn hélt áfram og kom að hópi fólk sem var að höggva tré. Segð mér hver þannig skó. Það er töframaðurinn Nikli. Ef einhver annar spyr ykkur sig þegar greifuna Karabas er þetta skó. Annars gerir ykkur höfðum stýtti. Fyrir orði var kötturinn kominn að höll töframannsins. Hann bankaði þar hraustlega. Hver er það? Það er bara ég. Hver er þú? Ég var líka kísilóra. Þú ert í stígvélum. Já, Af hverju ert í stígvélum? svo ég blokk ekki í fætuna. Já, einmitt. Hvað getur gert fyrir þig? Ég hef heyrt að þú sett bestu töframaður í öllum heiminum. Já, það er satt. Ef þú ert bestu töframaður í öllum heiminum, getur það breytt þér í fíl. Það er skítlétt. Vá, þetta var rosalegt. En getur breytt þér í ljón. Já, auðvitað. Þú ert svo sannarlega frábær töframaður. En ég aldrei vissi að þú getur breytt þér í lítið dýr eins og kannski mús. Það er ekkert mál. Nóg. Á sama tíma, hinum meginn í skóginum, voru kóngurinn, prinsessan og Malarnarssonurinn á göngum. Þeir komu að hópi fólk sem var að slá stórt engi. Hver á þetta einn? Það er greifir og Karabas. Þau héldu áfram ferð sinni og komu að hópi fólk sem var að skera korn á stórum akri. Það er greifir og Karabas. Þau héldu áfram ferð sinni og komu að hópi fólk sem var að höggva tré í stórum skógi. Það er greifir og Karabas. Takk fyrir. Þau héldu áfram og komu að höll töframannsins, þar sem kötturinn tók á móti þeim. Velkomin í höll greifans Karabas. Takk fyrir.
kötturinn var forsætisráðherra. Já, nei, ekki spyrja svona erfiðar spurningar. Geturðu sagt okkur aðra sögu? Nei, ég er farin. Ekki fara. Komdu aftur. Hverjir eru þið? Við erum sögumenn í afleysingu. Ha, er það? Já, auðvitað. Segið mér krakkar, hafið þið gaman af tónlist? Já. Ég ætla að segja ykkur söguna af frægustu hljómsveitinni í Breimaborg. Hvar er Breimaborg? Hún er í Þýskalandi. Hvaða lög sungu þeir? Ég veit það ekki alveg. Finnir það Eurovision? Nei. En Voice? Nei. En Idol? Nei. Fyrir hvað er það hljómsveitin eiginlega fræg fyrir? Bara, þau voru bara fræg, ok? Hlustið bara á söguna. Allavega, þá byrjar hún á því að það var Astni sem var orðinn gamall og lúinn og var orðinn lélegur til vinnu. Vá hvað ég er þreyttur, ég nenni ekki vinnuna í dag. Sláturhúsið, en þá dey ég. Það má ekki gerast. Ég ætla að fá út í heitin að verða frægur tónlistarmaður. Astni hleypur á stað, þar til hann hittir á hund sem er stúrinn á svipinn. Sættverstu, voðalega stúrinn á svipinn. Já, eigandi minn ætlar að lóa mér. Nenni ekkert að hlaupa eftir bolt eða saka spýtur. Þú kemur bara með mér, ég ætla að fara til Breimaborgar þess að verða frægur tónlistarmaður. Já, það hljómar betur en að lóa. Já, er það ekki? Þeir halda áfram ferð sinni þangað til þeir hitta á kött sem er í svakalegri fílu. Sættverstu, voðalega eitthvað stúrinn á svipinn. Eigandi minn hendi mér til og það sem hendi mér lengur að vega mís. Þú kemur bara með okkur, við ætlum að fara til Breimaborgar þess að verða frægur tónlistarmaður. Það er sem vel á. Þeir gengu allir á stað og þá mættu þeir hana sem galaði eins og hann ætti allt lífið að leysa. Voðalega læti eru í þér. Já, eigandi minn ætlaði að nota mig í kjúklingasúpu. Það er agalegt, langar þau að vera með í hljómsveit. Já, já. Ha? Við? Ha? Við? Hvað meinarðu? Þú ert hafi? Já. Langar þau að vera með í hljómsveit. Já, já. Hvernig þá? Þegar þeir höfðu gengið lengi, komu þeir á húsið. Þar var kveikt ljós og ákveða þeir að kíkja á glugga. En glugginn var svo hátt að þeir náðu ekki allir upp. Inni sátu ræningjar við borð og borðuðu dýrindis máltíð sem þeir höfðu rænt einhvers staðar. Mikið er þetta góður matur. Já, stólinn matur er miklu betur en annar matur. Hvar er húfa mín? Já, og hvað er þetta minn? Ég borðaði það. Hvernig getum við komast þetta inn? Já, þeir bjóða okkur örugglega ekki inn. Já, örugglega ekki. Við erum hljómsveit, við syngjum bara fyrir þá og hleypa þeir okkur inn. Já, gerum það. Draugar! Já, hlaupum! Sjáu, þeir fóru bara. Já, þeir lögreglan fáum okkur að borða. Já, þeir vilja fá gott pláss. Hvað á okkur að borða? Þegar þeir voru orðnir saddir, ákveða þeir að hvíla sig. Kötturinn lagðist upp í sófa, hundurinn undir borð, haninn upp á borð og Astinn settist niður. Og úti töluðu ræningjarnir saman. Haldi ég alveg að þetta hefði verið draugar? Ég trú nú eiginlega ekki á drauga. Þú ættir að fara að kanna þetta betur. Ha, ég? Já, þú trúir ekki að drauga. Allt í lagi þá. Þá ger ég það. Ræninginn lappar inn í húsið og sér glitta í augun á kettinum. Hann heldur að þetta sé glóð í arninum og ætlar að kveikja í eldspýtu með glóðinni, en þá stekkur kötturinn á hann og klórar hann í framan. Ái! Þá steig hann á skottið á hundinum sem beit hann þá í fótinn. Voff! Ah! Þá kom Astinn og sparkaði fast í rassinn á ræningjanum. Ah! Og þegar ræninginn
svo besta sem ég veit. Var hljómsveitin þá aldrei fræg? Hún var fræg fyrir að vera til, ekki fyrir tónlist. Svona svipað var frægur fyrir raunveruleika þáttum, þó var ekki með neina hæfileika. Það var alltaf að skrifa bók um þau, það er eitthvað. Já, og leikrið, það var þau svolítið fræg. Þau eru allavega frægir í Varmahlíð. Köttur út í mýri, setti bás í stýri, út er ævintýri. Thank you.